Það svo mikið grín í þér, Steini minn. Þú tekur þetta mjög alvarlega, þetta með rauða nefið og spaug. Já, áttum við ekki að gera það? Jú, áttum að gera það. Mér langar aðeins að segja áður en við horfum á næsta atriði frá útlöndum að sko, það svo gaman að segja sögur á litlum börnum og það svo gaman að deila. Við hvetjum allar fjölskyld til að safna sögum af börnunum sínum og deila þeim. Það er alveg óendanlega skemmtilegt. Ég verð að segja til dæmis, ég veit ekki hvort ég sagði þér að ég á 4 börn, 3 orðin eldri en ég núna. Var ég búin að segja það? Allavega, sá yngsti einu sinni fór ég með hann til ömmu minnar sem hann var 30 ára gamall þá og hún var með falska tennur og þegar við komum það var hann ekki vöknuð og þær voru í glasi á borðinu og þegar hann sér þetta sem hann 30 ára fallið með gula krullur þá horfir hann og segir hvað er þetta? Og ég segi þetta eru tennurnar hennar ömmu ástu mín og þá sagði hann hvað er tungan? Já, og börn eru svo mikið krútt. En veistu það þetta að því miður þá ekki öll börn í heiminum hamingjusöm. Bara því miður. Því að börn eru notuð í hermennsku allan heim og þau eru neydd til þess að vinna hroðaverk, jafnvel gagnvart sínum nánustu. Og við ætlum einmitt að sjá sögu núna á honum Jakob litla sem var numinn brott, 11 ára gamall, frá fjölskyldu sinni og hvernig UNICEF hjálpaði honum að aðlagast lífinu á nýjan leik þegar hann komst til fjölskyldu sinnar. Jakob Okumo var aðeins 11 ára gamall þegar uppreisnarhópurinn LRA nam hann á brott frá fjölskyldu sinni til að nota hann sem burðardýr og hermann. Foreldra sína áttu Jakob ekki eftir að hitta næstu 6 árin. Jakob var fluttur yfir landamæri Úganda að Súdan og þvingaður til að taka þátt í átökum. Í Súdan var hann neyddur til að gera hluti sem munu fylgja honum alla ævi. Það er erfitt að ímynda sér áhrif slíkra voðaatburða á viðkvæma barnsál sem hefur auk þess verið neitað umhyggju sinna nánustu. Ekkert barn ætti að þurfa að upplifa það sem Jakob hefur séð og gert. Undir lok síðasta árs flúði Jakob ásamt 4 öðrum drengjum. Nokkrum dögum eftir flóttann rötuðu drengirnir í hendur stjórnarhers Úganda. Jakob var því næst færður í miðstöð á vegum UNICEF þar sem hann fekk sálrænan stuðning og haft þar upp á foreldrum hans. Á vissan hátt hann heppinn því helmingur þeirra barna sem LRA rændi hefur ekki átt afturkvæmt. Petita marati arke bodam matiam mukan magurung wa enaye ko ana petima be pingane dong berne dong nema be kan kera bela be chao kan gwa toro ne ka ger ke ya mo dan kan tema mo kan tema la mo kan tema te ke ya tirang berne te. UNICEF hjálpar börnum eins og Jakobi að komast yfir áföll sín og aðlagast eðlilegu lífi á nýjan leik. Við vinnum ennfremur að því að stöðva notkun barna í átökum allan heim og vernda þau fyrir ofbeldi. Hringdu núna. Já, þetta nú eina ástæðan fyrir því að við erum að standa í þessu öllu saman og þetta svona alveg ótrúlega saga
Svo fólk að væla vorkenna sér hérna heima. Já, ég veit það. Ég verið að skafa og svona. Það eru 300.000 börn í heiminum í dag sem eru hermenn. Og það er ekkert verið að leika sér í lögg og bóa bara eins og hérna í Breiðholtinu, heldur þetta eru bara alvöru hermenn. Það er bara verið að taka þátt í stríði og þannig að við hvetjum alla til þess að hringja 562 6262 og gerast heimsforeldri og meira segja ég, Auðun Blöndal, sem er aumingi og hugsa ég aldrei neitt að raska þetta á sjálfum mér. Ég er búinn að vera heimsforeldri núna í 3 ár. Þannig ef að ég er heimsforeldri, þá eru nokkrir þarna úti sem ætti að geta. Já, meira segja ég sem er nýrvill og nýskupöki, ég er búinn að vera heimsforeldri líka, held ég bara í ykkur 6-7 ár. Já. Og ef það er einhvern tímann, þú veist, ef fólk er að pæla í því, á ég að hringja? Þetta er 1500 kall á mánuði. Þetta er ekki eins og kippa lengur. Nei. Fjandinn. Slepptu einni kippa af jólabjór og hjálpaði börnum. Það eru þúsundir manna sem eru farnir að teygja sig í símann. Mér finnst svo skrítið líka að ég sé komin í þessi aðstöðu. Maður var alltaf að horfa á svona útsendingar í gamla daga, svo núna er maður bara hættu nú, hringdu, gerðust heimsforeldri, ekki vera aumingi. Mér finnst Jónas svo þroskaður og svona mikill sjónvarpsmaður eitthvað. Svo alltaf þegar þátturinn er búinn og maður hringdi aldrei þá var maður með samviskubit, fór að sofa og svona, ég er fáviti. Bara, ástu mín, ég hringi á eftir. Svo hringir ekki, það er ömurlegt. En þú ert komið með... Já, svo náttúrulega, það er að koma jól og við erum með jólaröddina sjálfa, Helgu Möller og mér finnst ekkert jólin vera komin fyrir ég heyri Helgu Möller syngja. Það er allir að halda jólatónleika og þú ert náttúrulega auðvita að syngja jólin út alla bæði, ekki? Jú, og meðal annars með jólatónleika líka. 16. desember í Laugarneskirkju. Megum við heyra smá tóndæmi, megum við heyra, ég kemst í hátíðarskap og ég kemst ekki í hátíðarskap fyrir en ég heyri því syngja þetta, Helga. Sko, ef að Rúdolf hérna hinum megin er tilbúin til að taka þátt í þessu með mér, þá skal ég syngja. Er ekki allir bara með hérna? Já, og þið líka hérna öll fyrir aftan. Við getum Haugdal hérna, hún er þetta í símanum. Hún er í símanum. Sigurjón Kjartansson. Já, hann er í ham. Ég kemst í hátíðarskap, þótt úti sé snjór og krap. Þar hljóma hvar sem ég fer, svo sést að lög í eyrum mér. Jólin kom á ný, ég spyr ekki að því. Ég komin er í hátíðarskap. Eru ekki komin í hátíðarskap núna? Ég kom með hár á gerrurtuna, hissa bróskall. 12 TF unlike. Ég held sér breytt sér kallmann. Thumbs down. Nei, djók. Lol bróskall. Og MG hættu. Í alveg samt. TMI sko. Heyrðu, ég er alveg fílugall. Gulla. Já. Skildur þetta? Nei. Hvað var þetta? Var þetta íslenska eða? Ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega eitthvað Steini sem að sko fólk eins og við sem er fætt bara einhvern tímann skömmu eftir miðja síðustu öld stendur frammi fyrir núna að lenda í aftur og aftur að það er bara að koma eitthvað nýtt sem að maður bara skilur ekki Ég held að þetta sé dulmál til þess að niðurlægja okkur. Þetta er það. Ég mælti manna heyrast þessu er beint persónulega gegn manni. Algjörlega bara. Og ég var eins og á Facebook og þá var fólk fór að tala þetta tungumál og ég komst að ég setna að það var alltaf móðgað mig og ég tók því öll svona vel og hélt að vera að grínast. Bara alveg sessikallinn og það var bara alltaf lol eitthvað. Já, nákvæmlega, þetta er mjög undarlegt. En auðvitað er þetta skilningsleysi okkar nútímanum ekki aðalatriðið hérna í kvöld, heldur þetta merka starf sem að UNICEF er að vinna og það að við hvetjum ykkur, dömur mínir og herrar, að gerast heimsforeldrar. UNICEF vinnur auðvitað ofboðslega óeigingjarnt starf allan heim og meðal annars gegn vannæringu barna. Og ólíkt því sem að margir halda, þá er það aðeins brot af börnum sem deyr úr hungri. Börnin deyja úr svona sjúkdómum sem eru auðlæknanlegir og væri ekkert mál að meðhöndla ef að börnin væru almennilega nærð og fengju eitthvað að borða. Við ætlum að sjá núna vídeo frá UNICEF og þetta er óhugnanlegt vídeo og ekki fyrir börn og viðkvæma, þannig að bara farið nú bara fram og fá okkur djús og farið í síman, ringiði og gerist þið heimsforeldrar. Go deep into the
taking shelter from the world. When you're in my arms, I hope, well, everything's a little bit easier. And we're still out on the highway, trying to make it. Eitt svona plöntpínut það kostar 63 krónur. Að koma því í hendurnar á barni sem vannært, það þarf 3 svona á dag og það er mis lengi sem þau þurfa á þess að halda til þess að komast út úr vannæringunni, sko. Við getum gert þetta. Við getum keypt svona. Já, það er alveg magnað hvað eitt svona vítamínbætt hnetusmjör getur haft mikil áhrif. Já, það fer ekki mikið fyrir þessu, þetta er mjúkt viðkomu, en þetta getur fætt eitt barn. Þetta er ein máltíð og kostar einungis 63 krónur. Fyrir 1500 krónur getið þið fætt 24 börn. 24 börn. Já, það er þokkalegt. Það er frábært. Já. En hingað hringdi amma, ekki amma mín, heldur góð amma út í bæ og gaf 500 krónur á hvert barnabarn. Og hún á 4 barnabörn og gerðist heimsforeldri fyrir heilar 2000 krónur. Og það þýðir 32 plömpinött. Frábær amma og frábær fyrirmynd. Og meira svona. Við viljum líka minna á það að þið sem eru nú þegar heimsforeldrar getið bætt við ykkar framlag með því að hringja í 562 6262. Já, og við minnum svo á símaleikinn 907 1900. Verið duglega að hringja. Já, og svo næst er það nýdönsk. Já. Það er gaman að sjá hvað þeir eru með. Oft ég vaknað hefur að morgni við umboðsmenn drottins og þó ég sporni minni út í hurfið þeir rifjast inn og heimta tíma minn. Vottar Jehóva við erum nefnd viltu oss fylgja. Trúðu okkur, treystu okkur, trúðu að þeir sé til betri flokkur. Trúðu okkur, treystu okkur, þá veitast mun þér eilíft líf. Mig baptistar býð ég létu, þá bæði jógar og Guðs börn grétu úr hernum hjálpræðisað fættist í munsteri sitt með mig dró. Á fundi þeirra ég frímúrar leit og geðveikan gíg. Trúðu okkur, treystu okkur, trúðu að þeir sé til betri flokkur. Trúðu okkur, treystu okkur, þá veitast mun þér eilíft líf. Vart ég hafði þeim arpað á dyr, en vísindakirkjan mig sótti heim. Trúi engum, treysti engum, því trúa á sjálfa við fæðum fengum. Trúi engum, treysti engum, hlaut enga síður eilíft líf. Trúi engum, treysti engum,
rosalega gaman að þessu. Já. Og svo gaman að svona söng. Meiri söng og meira en, ég er skáti. Það er meiri söngur, það er alveg tilfelli. Og veistu hver að fara að syngja? Nei. Heyrðu, Gulla og Steini fóru og fylgdust með æfingu Bergþór Pálsson að æfa gils og ég spyr, er ekki nóg að vera fjallmyndalegur, massaður, rosalega laglegur, kynþokkafullur, svakalega velgefinn, fyndinn, alltaf smart, ómótstæðilegur. Þarf maður að vera góður söngvari líka? Já, ef þú heitir Gísli Einarsson. Vá! Ég get ekki beðið eftir þessu. Egill Einarsson. Við bökkum og látum sem þetta hafi ekki gerst. Gils, gjör svo vel. Strönd frá strönd og stíkað á tveim. Ég stúlkur leið í löndum þar, lagleg östu þjóð. En enginn hér jafn indæl var, elskuleg og góð. Einn í þér hann ég, ást mína fann ég. Fyrst þá sá ég, þig fegurst með. Ég veit ekki, bara við smullum saman bara. Þið smullum saman? Ég er agndofa. Já, bara takk kærlega fyrir það. Ég vissi alla tíma að þú myndir negla þetta. Já. Ég hélt reynda þegar Edda var að lýsa þessum kynþokkafulla stælta manni, hann var að tala við þig. Já. Hvernig var að æfa þennan dreng? Heyrðu, ég væri mjög stoltur ef ég yrði jafn vöðvamikill og hann á nokkrum klukktímum eins og hann syngur vel. Já, þú sér það þannig. Já. Ok, þannig að hann tók gríðarlegum framförum svona í æfingunni. Já, bara mjög vel undirbúinn. Tók gagnrýni vel? Hvernig er hann að taka gagnrýni? Tekur hann gagnrýni? Já, algjörlega. Er það? Já, þetta er bara mesti ljúflingur, skal ég segja þér. Já. Hvaða rödd er hann? Nú hefur maður heyrt með menn sem eru svona svakalega mikið á styrum, að þeir verða sko
Herðu? Þeir verða svona, og pungurinn skröpur saman og það var ekki. Nei, hann ekki svoleiðis. Nei, hann er alveg með ennilegan pung. Viltu að ég skelli pungum á mér og ennið á eftirtófsteinu? Nei, ekki gera það, ég bara grínast. Ég skal segja þér, hann er svona söngleikja tenor. Ok. Söngleikja. Það er ekki jákvæmt það? Já. Hérna er hann Gils söngleikja tenor. Í leðurbuxum með sólgleru eins og Stevie Wonder. Eins og Bono. Já. Eins og Bono? Sérðu það ekki? Jú. Jú, þú gerir svo mikið svona. Ég var að performa. Söngar að gera. Þú varst mjög góður. Þetta var mjög gott. En nú varst þú með haldramar yfirlýsingar í netheimum í dag að þú ætlaðir að koma hingað í dag og gera það fíbleða eða skandalistera. Finnst þér hafa tekist það ætlunarverk þitt eða ertu ánægð með áreksturinn bara svona generalt? Ég hélt að eina sem væri lélur í væri að syngja. Já. Síðan var ég bara til söngur. Dásamlegt. Þannig ég bara eftir hann hitti mig. Sko, þetta tækifæri fyrir okkur alla að vera virkni Til hamingju, þetta var mjög gott hjá þér. Gils komin út úr söngvaraskápnum, það bara þannig. Nákvæmlega. En var það, já, einmitt. Datamerk. Datamerk 2. Ok. Datamerk 2, ok. Byrjum á því og förum svo í Haítí. Einmitt. Já. 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 Og síðan beint í Haítí. Hvað er langt í þetta? Hvað er langt í þetta núna? Má ég geyma pennan hérna hjá þér? 26,5 milljón dögur til að bólusetja 1,1 milljón barna gegn mislingum og ef öll þau börn leiðast þá næði keðjan